Hæ, Guðrún Bergmann hér, velkomin í þáttinn hjá mér. Ég er með yndislegan gest nöfnu mína, Kristjánsdóttur, sem að flestir þekkja í dag sem aðra systurina í systrasamlæginu. Velkomin Guðrún. Já, takk fyrir að bjóða mér í þáttinn. Takk, en áður en þú gerðist hann að hvað ég að segja, hlutafi Já, eða í önnur systrasamlæginu systirinn eða í hinn samlænum. systrin, Mm. við hvað starfaðu? Já, sko, ég átti bara draum úr barnæsku að vera blaðamaður og ég byrjaði bara minn starfsferil á því, ég var blaðamaður og fór reyndar í háskólan til að reyna að losna við þessa bakteríu, fór í stjórnmálfræði og kláraði það. Það er ekki gengið. Já, og svo bara fór ég aftur í blaðamennsku og var í svona hátt í 20 ár og elska að skrifa Já, og geri það enn þann dag í dag þó ég starfi ekki sem blaðamaður. nei, ég veit þú hefur verið að skrifa pistla en á MBL en á Smartlandið en Passar. hefur skrifað bækur líka? Nei, ég hef nú ekki gert það ennþá, en hver veit nema eitthvað Ég komið veit nefnir síðar. eitthvað fæðist. Hver veit nema eitthvað fæðist, sko. Það hvort að sé Já. eitthvað í skúfunum. Hvað er eftirminnilegast frá hérna dagblaðárun? Ó, það er auðvitað félagskapurinn og leitin að sannleikanum og reyna alltaf að hugsa þetta heildrænt, sko, eins og maður gerir Já, í dag, bara út frá blaðamennskunni. já, en þú segir leitin að sannleikanum, það er náttúrulega núna uppi fréttir einn af ráðherrunum okkar þar sem að verðist að hafa glemst að leita þess eftir sannleikanum. Já, það hefði kannski aðeins mátt anda ofan í Já, kviðinn, já, já, ég held það, og já, taka svo næsta skrif. En já, það er ekki þar með sagt maður hafi alltaf gert það, það er mjög mikill tímaskortur og skortur á fé í blaðamennsku í dag og ennþá, er sko ennþá verið í dag en var þá. já, já, miklu, miklu vera, sko, það er náttúrulega, sko, eiginlega dagblöðin er að týnast. Já, í miður. Og öll svona, já, ég veit ekki það er svo flottu þáttur hérna, ég held að sé á BBC þar sem þeir eru að fara í gegnum falsfrétti dagsins. Það er Já, það sem maður verið að kljást við í dag. já, það er mikið að gera þar. Það er mikið að gera þar, Já, já. en já, já, svo spurning hvort þeir rýtskoði sjálfa sig í leiðinu. Já, en það er mikið og rosalega flottum blaðamönnum til þannig að þetta er svona eldur raun að fara í gegnum fyrir marga og ég vona þér bara að gera þetta vel í framtíðinni, sko. Já, ég heldur að það breytist ekki blaðamennska. Ég hef það á tilfinningunni að sko mikið af efni færist á netið. Já, sannlega. Því það eru náttúrulega miklu, miklu fleiri sem lesa orði blöðin á netinu heldur en þeir lesa prentútgáfu. Já, Og ég held sko líka að bókum fækki. já, það gerir það. Ég er bara sjálf farin að hlusta meira þó ég elski samt einhvern veginn svona laugardagsmótna með kaffiboll og blöðum, sko. Það Já, fyrir frá mér að því ég ólst upp við það. já, En það eru helst helgarnar sem eru svona já, sem, helgidagar í sambandi við það. já, Og já. hérna, í mínum huga, krossgátan í lesbókin í Mokkanum, skilur þú Já, veist, sem var. nostalgían í okkur sko, en svo er ný Já, kynslóð sem að bara lesi þetta á netinu já, sko. ég sko, mér dettur alltaf í hug það sama, því að yngsta barnabarnið mitt er 10 ára og fyrir svona ári síðan var hún henni í heimsókn hjá mér og þá uppgötaði hún hérna, það hefði komið svona fríblað inn hjá mér frá Mokkanum, það sem er svona orðarugl. Mhm. Þú veist, og þú ætti að finna stafinn og hún átti að hérna, tekna á milli, þú veist, finna orðin og svona, Já. hún gerði það Mm. og þegar það var búið, sko, það var það bara búið, þá flett hún öllu blaðinu og hérna til að leita að meiru svona efni, skilur. Já, það Það þarf var bara að vera eitthvað svona já, áþreifalegt og já, skemmtilegt. nema að hérna, að þegar hún var búin að fletta í öllu, þá snéru sér að henni og sagði, amma, les gamalt fólk svona blað. Já, það er bara, það er svoleiðis. Af því að henni fannst ekkit verið í því skilur af því að hún var að leita eftir teiknumyndasögum eða einhverju svona efni sko. Já, já. Og þá fattaði ég að hún er alin upp á heimili þar sem hefur aldrei verið keypt prentað dagblað. Já, það er líklega bara komið alveg núna sko. Já, já. Já, Þannig að þetta, þessi tilfinning okkar að handla blöðin og fá bækur í jólagjöf á hverju ári og það var ekki hægt að halda jólaður sem er inn í bók eða eitthvað skilur. Þetta er, þetta er að hverfa já, og æ fleiri er að lesa bækur eða hlusta
á bækur. Ég til dæmis, ef ég er að keyra eitthvað, ég tala nú ekki um lengra, og það er náttúrulega bara að keyra innanbæðir er orðið bara langkersla stundum að maður er Jú, jú, nokkur á nokkra staði. í umferðinni. Já, að þá Já, hlusta ég mjög mikið á bækur, þá ég er ekki, það, þú veist, og svo vinn ég mikið með texta allan daginn og þá er ég bara búið að þakklátt að fá að hvíla augun og nota eyrun í staðinn, já, sko. þetta er gott í bland finnst mér. Ég er alveg sátt við þróunina svona upp að vissu marki, sko. En Já, það fyrsta sem ég gerði, sko, þegar ég var eitt barnabarn sem er eins og hálfs árs að já, verða, já, ég fór og keypti dótarímur handinni, vegna þess að ég ætla að kveða með henni út í eitt, sko. já, Þess er að ég fleira það? en eldjátt, sko. Og hún elskar, sko, að láta lesa fyrir sig og þennan rytmíska takt svona frá sínum nánustu, sko. Já, Þannig já, að hún sækir í það. það er dásanlegt, en sko það er ekki þar með sagt að þessi sonardóttir mín, hún les marga bækur, skil, Já, já, hún er bara hérna, sækir í bókasafni og það er alltaf staflir til að velja úr og hvað hún getur lesið, sko. já. En þegar hún horfði á dagblaðið, Þá var það önnur saga. þá var það sko bara les gamalt fólk Já, svona já, blað. les, gaman, mér finnst það dásalegt. Ég á eftir að fá að heyra þetta líka ykkur tíman. Það er Já, ekki búið. öruglega, sko, já, þetta verður bara tíman að tala. En segir mér, hvað var til þess að þið systur ákvaðið að stopna fyrirtæki? Já, við vorum báðar á tímamótum. Ég hafði að vísu verið þarna í þessar blaðmennsku allan þennan tíma og svo söðlaði ég og fór að vinna á listaháttíð í eitthvað 7 ár og var Já, kynningarstjóri þar og þetta er allt mikil og skemmtileg vinna. Mér langaði, sko, Jóhann er náttúrulega svona geiti, ég segi það stundum. Hún hérna var búin að vera í þessum bransa þú veist, í öll þessi ár og ég hafði verið að horfa yfir öxlina á hann og hugsaði með mér, þetta mjög áhugaverður heimur og þessi heildræni heimur. já, já, Og við vorum þarna á tímamótum, ég var búið með svona mitt starf þarna og mér langaði að ráða ferðinni meira sjálf. Það er að segja, og það er kannski þess vegna sem við fórum í þetta og okkur fannst þetta að vera heimur sem að héldi áfram að blómstra og sem að sannarlega gerir og það er bara já, já. mikið að gerast núna finnst mér. Já, það er svo bara, sko, þú veist, miklu fleiri sem er að velja heildræna nálgun á líf Já, sitt, sem er já. að trúa því að það, hvað ég vil segja, lifnaðarhættir þeirra hafi eitthvað með heilsuna að gera. Ég meina að læknar eru farnar að tala um þetta. Við erum að fá ábendingar, sko það er að koma til okkar fólk upp í búð sem er frá ábending frá læknum sem vil til dæmis að ungur drengur, hann var orðin svolítið dapur og læknir bent á að prófa safran og hérna, Er það virkilega? já, þetta er að gerast Já, og hérna að fara þessa leið áður en þau setja þau á lyf. Þannig já, að ég segi svona, það er vakning í gangi, það er komin svona, maður er alltaf að vona, búin að vona, en ég heldur umverulega að það sé að gerast núna, já. að, að margir yngri læknar er að vakna. Já, ég er með svona hérna, detox eða hreinsunar námskeið Mm og ég fekk það er ein kona sem skráði sig hjá mér, hún sagði, læknir minn sagði, eina sem þú getur gert er bara að fara til Guðrúnar, Já, þú veist þannig að þetta er að gerast í alvöru, sko. og það er náttúrulega undur og stórmerki að gerast hjá fólki sem að koma til að hreinsa líkamann af því að Mm það er svo mikið alls konar eiturefni sem hefur safnast upp í gegnum tíðina hjá fólki, sko. Já, ekki, sko, svo er ég að kynast því og ég óttur að segja þér meira frá því og eftir, ekki bara heldur tilfinningarlega, Já, já, það eru sem náttúrulega. það líka hreins út. Já, ég segi sko, fyrst breytum við mataræðinu og það er aðeins svona hefur áhrif og þá byrja Já, tilfinningarnir að koma upp já, og þá akkurat, þarf að vinna í þeim já. og við erum náttúrulega sko, við virðumst geyma allt í líkamannum. Já, eins og dæmin sanna, sko, Já, orðið í dag. já, Já, bara alveg frá eiginlega, sko, ég er að fara núna í gegnum, sko, ég er komin alveg nýri að vera 2-3 ára, skilur, já, í já, já. Það verli. það er að ferja í gegnum alla vefi líkamanns. Já, og það sem ég finnst merkilegt við þetta, sko, er að hérna, ég er búin að vera að vinna í tilfinningamálum mínum Mhm. síðan, sko, 1990. Já, þú ert nú ekki smá frumkvöld, sko, í því. Nei, þá kemur sko, það var mjög merkilegt, ég saði alltaf við manni minn heitin, ég yrði að gera þetta og yrði að gera hitt ári, ég yrði fertuga því þá myndi ég deyja. Mhm, mhm. Og sem náttúrulega sín sig að ég dó ekki þannig dauða,
nei, En nei, ég held að ég hafi sko hluti af gamla sjálfinu mínu dó vegna þess að þegar ég er í kringu fertut að þá kemur upp á yfirborði minningin um að hafa verið misnóttu sem barn. já, já, akkurat, þetta er Og ótrúlega, þá náttúrulega sko bara holskefla af, þú veist, alls konar vinnu sem ég fór í gegnum að mhm, rosalega mikil. Og svo er maður einhvern veginn alltaf að það eru ángarnir. já, Og svo er ég að taka eftir núna, það eru mynstrin sem að maður hefur lært hjá mömmu og ömmu og það sem er ekki að þjóna manni lengur. nei, nei, sjö kynslóðir aftur og bak, til Já, dæmis sjö kynslóðir já, áfram, nú já, erum við að brjóta allt upp, sko, já, já, sem er mjög, og þú ert einmitt búin að vera í ferðalagi þar sem þú ert búin að vera að brjóta svona upp. já, mjög miklu ferðalagi, ég er hérna, í raun og veru sko, þegar ég var svona að klára mín loka ári í hérna á listahátíð, þá byrjaði ég nefnilega í sálgæslu, að læra sálgæslufræði upp í háskóla. Já, Stórmerkilegt fag sem var í mótun og Vigfús Bjarni var að móta með Gunnari Matthías sinni og fleirum já, og þar mér fannst eitthvað svona, ég hafði hægt að drekka 35 ára til dæmis og mér fannst eitthvað svona vanta upp á pælingarna sem voru í gangi, sko, þetta væri bara allt eitthvað heilasjúkdómur og eitthvað í þeim dúr já, já, það væri nú eitthvað meira þarna undir niðri og hérna, þannig að mér fannst ég þurfa að fara í svona að skoða þetta faglega og ég skellti mér í sálgæsluna og það var opinberun og hérna ég sé bara svo, og þetta er orðið eiginlega tískufag í dag, sko, sem er frábært. já, Fólk er svona margir að já, sagja eitt í dag. já, það er bara uppselt í þetta ár eftir ár núna. En hvar er þá fólk að starfa? Um, sko það er allur gangur á því. Það er bara eitthvað innan kirkjunar eða þá kannski með einhverja sér þjónustu, þú veist, sér Já, stofu, ég já, sé það líka alveg, sko, já, en það er til dæmis eins og Bjarni Karlsson, hann er svona sálgæslu prestur, þegar já, það eru líka bara, og hann er að koma með svona nýjar vítir og eitthvað, kannski maður þyrfti að hafa fleiri sálgæta innan blaðmennskunir í dag sem hefðu þá þekkingu, það væri til dæmis mjög gott. já. Eða hann kemur svo Það góða er, víta á þetta. já, það er náttúrulega sko, sálir eru allstaðar og aðgátt skal höfð í nærveru sálar, sko, það er, Nærveru sála, já, ekki já, spurning. Og það er já, kannski líka það sem er að takast á við, það er öll þessi streita, ég kom um blaðmennsku nú svo listaháttíð og eitthvað og það var búið að kosta svona burnout og mér fannst eiginlega þegar ég hugsaði svona heilrænt, þetta er náttúrulega ekki bara vítamín og hreyfing eða matur og hreyfing, þetta er meira en það. já, Og það er eiginlega það sem hefur breyst á síðustu árum er bara mataræði 30, hreyfing 30, sálin 30, skilurðu? já, Þetta er það sem var ekki fyrir svona 10-15 árum, þá var þetta bara 50-50 matur og ykkur hreyfing, skilurðu? já, já. En Það hefur breyst mjög mikið af því það eru bara fleiri sem eru vaknaði til vitundar um hversu magnaður líkami okkar er já, og hversu mikið tilfinningar spila hér inn í já, og svo erum við náttúrulega svo stórum hluta vatn já, og vatnið er tilfinning. já, bara ein stór, Það er bara einn stór, sko, já, þannig að allt er þetta einhvern veginn geimt í okkur, sko. já, Svo bara, hérna, mér finnst þetta vera góð þróun, mhm, vissulega, sko, og svo hafa náttúrulega komið alls konar aðferðir já, í þessu ferli. En já. þú fórst að landi brott núna nýlega. Já, ég fór 3. janúar til Indlands. Ég hef verið sko eitt af því sem að ég hef kannski svona sérhæft mig sko, ég fór til dæmis til Krippalú 2013 og Já, fór á námskeið í Arjuvandafræðum til að skilja svona hugtökin í þessu sko. já, Af því mér einmitt, fannst eitthvað þarna, eitthvað sem ég tengdi við, af því að ég er bara svo mikið náttúrubarn, þannig að ég skil elementin á núti. já, Og allt í einu átti ég orði við það og skildi hvað var í gangi og hef verið að skoða þetta í mörg ár og hérna þannig að þegar það var ákveðið að fara eða þegar hún Heiða Björk, ég veit ekki hvort hún er sennilega mentuðust hér á landi í Arjútafræðanum, komið 5 ára, já, þetta er já, 7 ára nám og hérna hún fóra með hóp til Indlands í byrjun janúar og semst 11 manna hóp og ég var einn af þeim sem var svo lánsum að komast með henni. Þannig að ég segi nú svona í gríni til að byrja með að meðan allir voru að tala um lægðir á Íslandi, sko, þá já. vorum við að tala um hægðir á Indlandi. Þú veist. Það Þannig er, að það er svolítið gott í janúar. það er svolítið gott í hennar, það var betra. En Já, allavega ég fór í þessa
maður veit alveg hver stóra meðferðin þeirra er. Það er þessi svo kallar pansakarma meðferð Já. sem er svona, já, yfir 20 daga meðferð og við vorum hann í 25 daga. Þegar þú ert að tala um hérna, hvar í Indlandi varstu? Ég var í Kottayam í Kerala, ég segi sko alveg dásalegt en það er auðvitað, það eru svo margir sem hafa farið til Íslands sem alltaf aldrei farað þangað aftur af því þetta er erfið reynsla en hérna Kerala er betur sett. Já, Þannig að það er maður svona, sunnar. já það er sunnar og Já, svona fólk er svona kannski meira í bómull þar sem ferðamenn sko heldur en já, annars staðar. Þannig að þetta er setur sem að hún hafi farið á og bara svona heiðarlegt og flott setur og það sem að maður fer í meðferði daglega og fær jurtir og ákveða að borða og hvílist mikið og bætir svefnin og já, ég veit ekki, það meltingin er náttúrulega mikið tekin í gegn. já, já, En þetta byggir á því og þegar ég segi þetta er svo tengt náttúrunni, þessi meðferð byggir á þessum fimm frumefnum sem við erum hérna, sem eru í jörðin líka, það er vatn og eldur og það er loft og rými og jörð já, og þetta skiptist í eitthvað svona vata pitta kaffa til að já, hafa orðið yfir þetta sko. já, já, Þannig að það er verið að hreinsa þetta allt í okkur sem er komið úr jafnvægi sko. já. Þannig að Hvaða líkamsgerð ert þú? ég er pitta kaffa og það var lengi svona alltaf talað að ég væri pitta vata Já, en það þarf að meta og endurmeta og þarf að skoða þetta með augum færra manna já, en ég er pitta kaffa og það kemur ekkit á óvart sko. nei. Af því Ég, ég er svona, ég er hinn rólegi eldur sko. ég er vata pitta, sko. Já, já, það er, en sko, það er nefnilega svo merkilegt í okkar heim í dag, þá er vatan svo ríkjandi. Hún er svo stór, það er loftið og rýmið og hvað er það, þú veist, það eru ferðaleinum, það eru tölvurnar, það er, skilur við, þannig að þegar er verið að greina fólk og það er svo stórt vatað núti, Já, að þá er það svo mikið kamuflas, skilur við. já, Það er svo mikið að skyggja á það sem við erum, hérna, allt þetta ójafvægi í heiminum í dag. já. Það sem að ég upplifi, sko, að því að vata þolir svo illa hana, rók, Já, það er bara þannig. það er bara Og þú rosalegt. býrð á Roklandi, sko. Já, Já, og ég bjó í Róklandi og þegar ég bjó fyrir vestan á Snæfellsnesi, þá náttúrulega voru veturnir þvílíkir, sko, já, stundum. Og vindurinn þvílíkur að ég man alltaf eftir að við komum einu sinni heim sko mm, og hérna lögðum bílnum fyrir utan húsið okkar og það stóð akkurat svona upp á útidyrahurðina já, og ég þurfti sko ég fór svona í sveig út úr mm, bílnum þú veist að ég fauk og svo bara hélt ég í hurðarhúnin til að fjúk ekki í burtu já, einmitt. og einu Þetta er sinni ekki. á leið milli húsa að Mm, þá var það bara brjála veður þú veist mm, mm, og ég ekki svo þung skilur að það er náttúrulega líka verið svolítið þungu til að standa af sér hérna, og að rokið. ég man að ég komst að snúrustörnum og svo Já, ég bara, þú veist, í snúrustörnum og Gulli heiti þetta kom út til að bjarga mér já. þú veist Og, og, og þú og, veist hvað þetta gera sem svona mikil vata. Þú þarft alltaf að jartengja þig, endalaust. Já, 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 þetta sef ég á jartengilaki já, allavega, já. en ég minnst að kosti jartengt á nóttunni og Mm, ég er með jartengimottur hérna við tölvuna og annað þess að þar, en mm. ég finn alveg hvað mér líður betur þegar ég er í heitara lofslæði. Já, já. Það á betur við þig. Ég er svona, alveg svona, get farið léttilega í sjósund, sko. Og allt Já, þetta. já, Og ég ég er er svona, bara, ég reyni það ekki, þú já, veist. einmitt. Ég segi sko að því pittan er sterk í mér og svo kaffa, hún er svona svöl, pittan er heit, Já, en, en pittan nær að hita upp mína köfus, þannig að ég er svona heita típan, sko. heita típan, já. Ég er Mm, eins og alltaf, hef búin að alltaf verið kalda típan, sko. já, einmitt. Bara með ískaldar hendur og segja, já, heitt hjarta kaldar hendur, skilur þú Já, veist, já, þegar já, ég var já, unglingur, sko. En já, segir mér aðeins meira frá þessari meðferð út af því að ég hef ekki farið í Pachakarma, en ég nei, hef lesið um Pachakarma já, og hérna af því að ég fór til Indlands fyrir nokkrum mánu síðan að voru þau ólmi að reyna að fá mig til þess að skipulegja með þeim, sko, svona ferð eins og já, þú varst í, sko. já, já, þetta, ég held að þetta sé svona fyrsta stóra, er svona
svona, svona margir hafa farið í saman já, en ég veit af þremur konur sem voru þarna á öðrum stað rétt á undan og ég veit af fjórum konum út núna á öðrum stað sko, já, alltaf konur, það var reyndar eitt karlmaður með okkur og hún byggir á því bara að hreinsa hverja svona orku, þú veist já, við erum komin úr jafnvægi og þá er að hreinsa þetta kaffa, pitta og vata með mismunandi meðferðum mismunandi viku sko. Þannig að já, við auðvitað komum hérna ísköld frá Íslandi, 11 manna hópur, þannig að við vorum öll sendi í jurtaböð sko. Hér heit já. jurtaböð til þess að Hlýja ná úr hlýja okkur í kulda. kaffa orkunni. Já, En svo fór hver sína leið, vegna þess að við vorum svo ólík sko. já, Þannig að þetta er einstaklingsmiðu meðferð, þannig að hann mjög fær þessi læknir sem tók á mót okkur og var ekki lengi að greina okkur, sko. Og þannig að ég var mikið í, svona pounding meðferðum og svo fekk mikið, drip á hausinn já. og Á sírodara, enni þá, eða? já, á ennið. Já, Og það var eiginlega daglega sem ég fór í það. svona þá ólíur sem við Já, settum. sem oljur og stundum setjaði mjólk, eða þú veist, svona mjólk og heitt vatn saman. Því að Já, þetta er nú svo fallegt þarna, það var lífrænt garður þarna sem fengum grammiti frá og já, svo voru kýrnar fyrir framann okkur þaðan sem mjólkin kom sko og það er alltaf með þess að mjólk ef við fáum hana beint, þú veist. já, ef hún kemur bara beint og inn í Já, hús. Já, 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 já. já, Þannig að já, og svo er þetta náttúrulega að hreinsa meltinguna, ég veit ekki hvort að það eru þetta, hvað er að kalla vasti og basti, skilur það er já, verið já, að losa upp og niður já, og eiginlega alveg ótrúlega magnað. Þú veist, það er ekkit óþægilegt við það, eins og þetta er bara gert á mildan og góðan hátt, sko. já, Og já, svo var ég mikið í svona jurta, þeir eru svona vefja inn í í svona bolta og það voru fjórar hendur á mér að, þú veist, berja svona. já, nota er það Já, svoleiðis. já. Já, Og það var hvað var að segja, miklar jurtir í því, þetta var sjóðheitt og þegar maður var búin að vera í þessu klukkutíma og leið mér eins og ég hef verið að hlaupa 10 kílómetra sko. Og þá í meinast, þú veist, það var alveg endorfín og dópamín bara á fullu en ég já, var rosalega þreytt og þannig, skilur ef verið að hreinsa líkamann, það var já, gert mikið með þessum hætti sko. já. Og með jurtunum þá bara svona, Já, í pókonum sko. já, Og og svo hituður þetta alltaf aftur upp á milli og þetta var gert, já ég fór í bara margar svona meðferður og við mörg sko, en já, með ólíkum jurtum af því að við vorum ólík sko. já, sem er náttúrulega svo stórkostlegt að sko að meðhendla fólk eftir rétt Þetta er, já, út frá einstaklingnum. já, En akkurat, ekki það svo sama erum fyrir við alla. þetta í grunninn en svo erum við kannski í ákveðnu ójafnvægi, Já, skilur við, þannig já, að þetta er DNA-ið okkar en svo kemur ójafnvægi í ljós og flest voru við nú í vata ójafnvægi, skal ég segja þér. já, er Það, það? það er streitan, það eru tölvurnar og það eru ferðalögin. Já, Það er við ferðumst ansi miklu hraðar en líka minn getur sjálfur, þannig, skilur, það er hluti af þessu, sko. ég hérna sko, með ég rak hótel á sumrin, Já, það var svona sumarhótel, þá var maður náttúrulega upp klukkan svona hálf sjö á mótnana, já, mættur í vinnuna sjö, mhm, ég var yfirlega að fara heim klukkan 11 já, og hérna, og ég man alltaf eftir sko þegar það kom í ágúst, þá var ég eiginlega svona pyrruð út í gestina sem að horfa á mig og segja, þú lítur út fyrir að vera dálítið þreytt já. Einmitt, og ég, hvað afskipta sem við á það? er það svona sýnilegt sko. Já, 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 Og svo var, sko, ég kom inn í það að ég laðist upp í rúm á kvöldin og ég horfði bara upp í lofti og gæti ekki sofnað. já, já, Þannig það voru komin á það var yfirsnúning. alveg Já, komið yfir snúning, sko. Þú já, veist, já, já, ég saði í restina, sko, ég ætti orðið dýrasta svefnpokaplásið í heimi. já, Ég já, já, er heima hjá mér. nei. Þeir Allt taka þá sumar. við þetta úti, sko, svefnin, það er Já, eitt af já, því. já. Og svo hérna, svo á vetna laðist ég svo í langferðal og þá var ég í farastjórn. Já, einmitt. Þannig, þú veist, þannig, þú veist, maður er búin að svolítið að fara illa með líkamann, sko. Já, já. Ég hefði vilja vita þetta fyrr. Og þá Já, er maður kannski reynd að lifa í samræmi við það. En ég já. skal ekki segja, sko. Nei, það er sko, ég segi alltaf að tíðnin á Íslandi er svo há Já, og við lifum í, sko, ég reyndar var vön að segja við fólk sem var að koma svona til mín, ég segi, sko, Ísland kennir þér að lifa í augnablikinu.
já, vegna þess að, þú veist, það er gott veður, við heyjum. mm, Það er gott veður, við förum á sjó. já, Aflinn er komið í land, hei, allir að mæti vinnuna til að gera það aflanum. já, 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 Og það er, hei, það er búið að slá, það þarf að hyrða, þurrka, þú veist. já, Við erum, þetta hefur allt kent okkur að vera mjög mikið í augnablikinu, en líka svona átak og svo pása á milli. já, átaksþjóð, já, Já, mikil, já. já. En pásurnar hafa bara hægt á síðar árum. Já, þær hafa hægt. Þetta er orðið samfella í svolítið vinnu og streitu, sko. Já, Já, síðan var þetta fólk allstaðar úr samfélaginu sem var með ykkur? já, þetta var nefnilega alls konar fólk og bara með alls konar menntun en og fólk sem hafði svolítið keyrt sig yfir, maður er ekkert að fara þarna ástæðilausu, sko. Nei, nei. Og en það voru allir að fá mjög mikið úr þessu og mér lokkar að segja reyna svona sögu af því, sko. Það var ein þarna kona, aðeins eldri en ég, sem að hafði þegar hún fekk COVID-spraut á sínum tíma þá hafði þrýstingurum farið upp úr öllu valdi og hún hefði ekki getað ráðið við hann síðan, skilurðu, hún hefði bara þurft að vera á blóðþrýstingslyfjum og alls konar Já, og en þeir náðu niður blóðþrýstingnum og hún hefur ekki síðan við komum heim 10. febrúar og hann hefur haldið skoðu síðan. Það er eins og þeir hafi hreinsað eitthvað út, sko, sem að olli þessu. nákvæmlega. Já, og það eru margar svona litla sætar svo. Ég er til dæmis verið að glíma lengi við þurrkimeltingunni, sko. Það er, skilur, það er ekki mitt element, sko. En það er eitthvað vata á jáfnvægi og þeir eru með jurtir og oljur sem að hjálpa mér vegna þess að það er líka þannig, þú veist, maður fær þess að meðferð í 21 dag, svo heldur maður áfram. Ég held áfram í svona 3 mánuði allavega að Já, taka þessa jurtir og passa upp á þetta já, til að koma á syngist inn. viðvarandi jafnvægi. Já, Já, það er svona markmiðið, sko. já. Og svo náttúrulega hefur þú lært ýmsar aðferðir sem hún getur beitt til að halda viðvarandi jafnvægi. Já, algjörlega. Já, Já, og það er þetta oljunutt, þú veist, og abigana er alveg ótrúlega merkilegt fyrirbæri sem að maður á úr hvernig oljum er þá nutta? oftast bara hreinum eins og segja sem að möndluolíu, sko. Það Já, er sem að við getum gert, en svo er þetta fástundum svona jurtastyrtar ef maður vil taka á því. já, En það er líka bara góð aðferð sem að við lærðum það er að bera á sig, þú veist, þú ert náttúrulega búin að vera talsmaður þessa lengi, maður nutta sig, maður ber á sig, en já, lætur þetta vera á sig í 20 mínútur og fer svo í heita sturtu. Það er ótrúlega vellíðan sem kemur út úr því. já. Og merkilegt, Ég hef já, gert þetta sko, þú veist, húðbustur já, og bera svo oljuna á já, og svo hef ég sko, ég elska að gera það á kvöldin já, og þurrka bara mestu oljuna af, já, fara í einhver svona náttu sem oljan má fara í, skilur, já. og fara svo í heita sturtu næsta morgun og Já, það henda þér nefnilega því þú ert svo já, mikið vata en já, þeir sem eru kafa, þeir berða að taka af sér olíuna á já. þeim bara fló. Það er svona, þannig er Þannig mismunun. mismunur, já, Já, já. Af því að hérna, mér finnst sko, þú veist, ég hittna öll við þetta já, og ég sem að hef verið alltaf svo köld, sko, já, einmitt. þannig hérna, að það hefur hentað mér rosalega vel og Hallgrímur heitinn talaði nefnilega alltaf sko, hann var náttúrulega búinn að stúdera líka svolítið að jólvita, en hann Já, 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 talaði já, alltaf sko að hérna, að ekki nota sápu. já, nákvæmlega. Hann var nú bara fyrstur til þess að nefna það, sko. Og allir, hann þvær sér ekki einu sinni. Þú var að fylgjast með honum í sturtu, hvort hann myndi þó sér í sundlóðunum, skilur við. Já, 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 þetta var svoleiðis. alveg með ólíkindum, sko. En það er náttúrulega, við búum við rosa lúksus á Íslandi með þetta heita vatn. Já, Það og má ef við eiginlega, mættum að nota það vel, sko. já, má eiginlega segja, sko, að það þvær líkamann okkar mjög vel og ég tala nú Já, ekki um að maður hefur verið að nota oljur og opna húðina og annað þess að mhm, þá er í rauninni líkaminn að hreinsa sig svolítið mikið sjálfur, sko. já, akkurat. Og það er líka eins og ég fór í, að því að talandi um að maður er svona að pitta kappa, þá er ég svolítið að lifta núna á Já, móti jóga, að því að þú veist, kaffan þarf að hreyfa sig, hún þarf að svitna aðeins. já, Og svo fer maður í náttúrulega út í Neslaug í góða vatni þar og svo heita gufu á eftir, þannig að það er mikill lúksus. það er rosa flott. Já, Ég hef verið að lifta líka en svo,
svo er ég í meðferði á nálastungulækni og hún sagði, þú gerir bara tai chi æfingar núna. Já, já. Þú átt ekki endilega að lifta. Jú, það eiga allir að halda, Eiga, reyna að halda aðeins í vöðvana. Ég já, segi það það ekki. eru Já, vöðvarnir, sko. já, Það eru náttúrulega þeir sem við erum að gera tilhjörn til þess að halda í já. og ég sé aldrei, ég sé ekki fyrir mér að ég verði svona kraftliftingakona, Nei, skilur. nei, 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 ég skil. Það er ekki bara í eðlu mínu að því að ég er svona mikið vata. Nei. En ég get auðvitað styrt mig. Mhm, En það er mhm. bara svo merkilegt að því að ég náttúrulega lærði Qigong hérna fyrir mörgum árum síðan þegar það kom einn af þessum aðilum sem við vorum alltaf að flytja inn einhverja til að vera með á mótunum á Snæfellsnesi Já, já. og þá kom einn svona Qigong meistari til okkar sko og hann náttúrulega kendi mér ákveðnar grunnæfingar og svo Mhm. þegar ég byrja að gera þær þá kemur minnið, Já. þú veist, ég gerði þetta Líkamsminni. svona Já, og ég gerði þetta svona hægt og ég gerði þetta, þú veist, þetta og ég er að gera tiltölulega einfaldar æfingar en þeir eru að hafa þvílík öflug áhrif á líkamann. já, já. Það er einmitt. Það er bara þetta og góð huglisla. Ég er alveg elska góða huglyndi. Ég segi bara að spurðu mig ykkur að því ég er svona ljón með tungl í bómanni sko Já, og það er svona ferðabarn í mér sko. já, Já, ég skil, þú ert með tungl í bómanni þess vegna finnst það svona gaman að huglega, skilur ég var í ferðalagina. Já, ég fer alltaf í ferðalagi í huglustu sko. Já, en ég skil það vel líka. Mér finnst bara að dagurinn ekki, hann er ekki heill ef ég hef þurft að sleppa hugleiðslunni á Já, mótnana. já, það er bara ævintýraferð og slökun í því Já, sko. já. Mm. Og líka bara þessi pása Já, frá, sko, fyrir sjálfan sig í smá tíma. mhm, Af því mhm. það lítur að vera eitthvað sem var svona hluti af meðferðinni, að þið tækið ykkur pásu. Já, algjör, þetta var í sjálfu sér einn stór pása. Ég hugsa sko að því að þetta var, mér leiði rosalega vel á móti og Já, þetta var mikla meðferðir en ég hef aldrei getað hlaupið 1 kílómetr, skilurðu. Þú nei, veist, að því að þetta voru það mikil átök fyrir líkamann sko. já, já, Og ég var lengi að koma mér í gýrin eftir að ég kom heim og þegar ég fór í sund og svona, ég var að drepast úr kulda. Þannig að maður er, sko, já, líkaminn er greinilega rosalega opinn eftir þessa meðferð já, og maður þarf að vera skynsamur og ég hef bara þurft að fara rólega inn í að hreyfa mig aftur sko. En við vorum auðvitað í jóga alltaf já, þarna, já. þannig að eins mikið og við gátum vegna þess að þetta voru dagarinn á milli þessum voru svo miklu meðferðum að maður hafði enga orku. Nei. En svolítið merkilegt. En fannst þér, þegar þú varst að leggjast þar heim, fannst þér þú þá vera að koma með orkuna eða er hún að skila sér núna? Hún er að skila sér nefnilega smá saman sko. Já, Þú veist, það hefur vellíðan kom fljótlega sko, já, myndi ég segja. En orkan sko við er bara að koma núna. Ég finn það bara, ég er búin að fara á nokkrar æfingar og ég finn að hún er að koma smá saman. já, það er alveg svona, já, Já, tröppugangur í því. En okkur var til dæmis ráðlegt, við fórum ekkert beint, við flugum ekkert beint heim, við vorum í 5 nætur við það sem kallaði Backwaters þarna og rosalega fallit svæði og gott hótel sem vorum á eða svona notalegt. já, Þar heldum við áfram bara að fara í svona nuddmeðferðir og í jóga vegna þess að þeir vilja ekki senda mann svona galopin heim strax með flugi í svona langflug. Þetta er allt svona pælingar sko. já, 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 ég skil það vel út af því að maður er pínlítið bara svona eins og opið sár liggur við, Já, þetta var svoleiðis, já, nákvæmlega. af því það er búið að vinda úr manni svo mikið. Já, heldur betur. Já, það En er, svo er þetta svo fallegt sko, við auðvitað, Íslendingar eru svona uppgötar svolítið arjuvenda og spyrja og skilja allt í hennu tengja við elementin í þessu. Já, þetta er svona náttúran, já, þetta er svona hluta af náttúrunni. En það er svo Þjóðverjar, Svisslendingar og fleiri. Þú veist, ef að fólk hefur farið í gegnum erfiða meðferðir, þá er þetta borgað sjúkrasamlegin og farið svona pansakarfum meðferðir til Indlands. er það Nýja, virkilegt? já. Ó, Og þeir eru bara svo opnir og hafa lengi verið það fyrir öðruvísi meðferðum heldur en bara hinn á vestarinu og ég hugsaði bara með mér vá hvað þetta geti unnið fallega saman. já, það er náttúrulækningar eru hluti af læknisnáminu í Þýskalandi. Já, það er náttúrulega þannig og þeir skilja þetta. Svo segi Já, ég líka bara, þeir eru náttúrulega bara að hafa verið með svo mikið að Bretarnir og þjóðverðnir og fleiri hafa náttúrulega bara verið með svo mikið að innflytjum líka. já, Þannig að þeir hafa þetta fengið að kynnast öllum þessum frábæru þessum aðferðum. lækningaðferðum sko Já, og séðar ekki að virka sko. já, sko þegar bækurnar Deepak Chopra komu út Já, á sín tíma. hérna, á íslensku fyrir Það er hvað, auðvitað 25 ár síðan, ég er alveg. 25 ár síðan Já, eða meira, já,
ég held að það hefur komið út áður en eða það leiti sem ég var að flytja vestur, ég flytti vestur 95. Já, vá, Þannig að þá koma skilningur á þetta vatapitta og kaffa og já, annað þess að það. Og já, það var svolítil hreyfing þá, en við já, náttúrulega kunnum ekki aðferðir og við vorum ekki með jurtirnar og annað þess að það sem mhm, að þau voru að nota. já. Það er nefnilega málið. En það er verið að gerast hérna undanfarn ára. Við erum að fara, fá jurtirnar og Já, meiri sé að svona fyrirtæki eins og við erum með Viridian, þú veist, Brami-jurtin var jurt ársins í fyrra hjá þeim og þetta er ein aðal lækningajurtum hérna Arjóvetafræðana. já, Drikkpalla hefur kom svona fyrir 10 árum og fólk er búið eitthvað hversu frábær svo blanda er já, og svo var þetta þessi asaganda og svona en Brami, við fórum aðeins að heimsækja svona Arjóvetagarða og fengum leiðsögn og svona og þá er þeir að tala um svona kóngurinn og drottningin eru asaganda og Brami sko. já, Og það er bara kóngurinn og kóngurinn drottningin og drottningin í bara þeirra fræðum sko. fyrir fræðum, já. Já. Ashwagandha er mjög magnað, sko, já, Mjög magna, góð aðlögunarjurt og hendar einmitt svona Íslendingum sem búa í vindarsömmur landi, sko. Þetta er svona svolítið vatajurt, sko, já. fyrir þá sem er í vata Búa, og ójafnvægi. búa í rokraskatinu. Já, og svo bara, þú veist, öllu talum heila, já, heilan og minnið og þetta undanferðin ár hefur bara Brami komið rosa sterk inn. Já, Þá hafa líka þessi vestrænu vísind var að rannsaka það og það er bara stendur alveg rosalega tröstum grunni í dag, sko. já, Svona vísindalega. já, sko, nefnilega málið er að það er bara, þú veist, mörg hundruð eða þúsund ára reynsla af þessu notkun þessari jurta í Englandi, nei, í Já, Indlandi já, og þegar maður kemur í hofin, af því ég ferðast sko meira en norðurhluta já, og þegar maður kemur í hofin hjá þeim, að þá mhm, eru mörg hofin líka með verslun já, með öllum akkurat, jurtunum já, sem þú ert verið er að ráðleggja að nota, skilur. mhm, mhm. Þannig að þeirra leið eru jurtirnar. Já, þeirra leiður í jurtina, bara matur er meðal, þaðan er þetta komið, sko, Já, já, matur og jurtir, já, 5.000 ára gömul rít já. Og þess vegna, þú veist, er líka það sem er sett í matinn er líka partur af lækningajurtunum, í jurtunum, já, sko. Þannig já, að hér hjá okkur, ég held að sko það var náttúrulega nota miklu meira af jurtum hér í gamla daga heldur en að já, við jú, erum að já, nota í dag og við já, höfum þetta okkar jurtir líka en þeir hafa bara miklu viðfemur auðvitað út af því að þeir eru miklu sunnar. já, russunnar og þetta að vexa hverju strái þarna, þú veist, Bara, það drýpur smjör á hverju strái, þetta er bara frumskógur, sko, já, það er bara já, svoleiðis. já. En þegar þú flýgur til Kerala í gegnum hvaða borgir ferði? Við flugum, já, það eru þetta Kottayam og fleiri. Þetta var í Kottayam, ég komið við hjá Þóru náttúrulega til að byrja með, sko. Já, 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 Í Kollam held ég að sé rétt með farið og stöldurum við hjá henni og það er náttúrulega bara hreint ásett þar. já, Og það var svona fyrsta stoppið, svo fórum við upp í fjöllin, upp í Munnar og hérna, sem sagt, já, þar eru svona fílar og abbar út um allt og hérna og stuð já, og það var mjög kæland og gott þá losnaði maður við flugurnar sko og já, gott aðeins að lenda þar já. og bara mikil fegur og svo fórum við á setrið sem sagt setrið sjálft er í Kottayam sko. Já, er var þetta rigningatími? Nei, þetta var 30 gráður pluss tími og mikill raki en þetta átti eftir að hitna en maður vandist þessu mjög fljótt ég var eiginlega hissa hvað maður vandist þessu fljótt Já, já, það voru að vísu svona einn og einn heitari dagur en almennt séð bara gekk þetta vel og við vorum með góða loftkælingu og neti yfir rúmónum og svona þannig að þú veist, þó maður væri bitin eitthvað smá þá var þetta ekkert mál. já, nei, smá moskító. Smá moskító, já, það eiginlega ekkert upp í fjöllunum en þarna auðvitað smá saman. Já, já, En mér fannst maður, þetta var bara leðilegt og ljótt en mér fannst þetta ekki að hafa neina áhrif þannig, þú veist, að maður var illa bitin stundum. já. Mm. En segð mér, hver er tilfinning þín gagnvart Indlandi eftir að hafa farið? Hún er mjög góð. Það er, mér finnst, Indverjar indislegir og við vorum einmitt að svona veltaði fyrir okkur þeir eru svo gerstrisnir og tóku svo fallega á mót okkur
og við vorum að spyrja það út í þetta. Þá segir hann, já, allir gestir eru guðir, sko í þeirra augum. Já, Og og svo er þið líka svona, þegar við erum að koma þarna 3. janúar, þá eru jólin í búin, og þá voru þeir að taka niður jólaskrautið hindúarnir, sko. já, Og þannig að þeir eru til í öll partí, sko. Það er alveg saman hvort það eru jól eða hindúa, skiljiði, þeir halda upp á allt sama. það er haldið upp á allt og það er alltaf einhverjar hátíðir. Það er alltaf, já, og svo var akkurat þegar við vorum að úti, þá var hinn stóra hindúa hátíð sem er á 12 ára fresti. Þar sem að fólk, ég held að það verið 400 milljónir indverjar sem fóru, eða kannski svo dýr, já, já, en allavega verið rosastórt sem fóru upp að Ganges og baða sig, sko. Til Þannig að, Varanasi, þá. já, Já, og bara fá sér þetta heila hreina bað. já, Og en það fóru náttúrulega ekki allir þangað þannig að það voru hátíðir út um allt í kringum okkur. Þannig að við svona skelltum okkur á nokkra bara til að skoða og það já, var rosa vel tekið á mót okkur, sko. já. En það er líka þetta, skilur mikið, þeir eru dásalegir, gestrisnir, um, en þú veist, þeir mættu, það er eins og þeir hafi svona ekki tekist að takast á við allt þetta vestræna rusl, skilur. Það er svolítið mikið sem þeir eru eftir að finna leið til að taka til í kringu sig, sko. Já, 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 Þeir já, safna svolítið upp dóti, já. þannig að svona Mér ólíkt finnst ég, Japan, sko, þá hafa já, þeir ekki tekist á við þetta, en það kemur. Þeir skamma já. sín pílítið fyrir það, en þeir hafa ekki fundið leiðina, sko. Nei, það er en sko, ég var í Varanasi fyrir 6 árum síðan Mm. og þá var sko borgarstjórinn þar hafði nokkrum árum áður gert sérstakt átak í að hreinsa borgina. Já, já, það þarf Samt að gera voru það. náttúrulega, þú veist, kýr á götunni og það voru náttúrulega líkbrennsla við fljótið og Ganges og fólk að baða sig og að þvotta í þessu skítu af vatni, sko. Já, já, en En samt svo er spiritið svo rosalegt annars, sko. já, Það er það sem maður já, og svo breyttu þeir þvottin í rauninni bara á svona steina Já, já, og sólinn þurrkaði það og hvitaði það. já, einmitt. Þú Akkurat, veist. það er það sem það gerist. Þannig að það var bleikingarefni, var bara sólinn, Já, sko. þeir voru að segja okkur, það er bara besta bleikingarefnið, sko. Já, svo mér finnst sko, þú veist, svona eins og þú, ég hef ekkert nema gott af Indverjum að segja. Já, Það er ótrúlegu mannfjöldi þar það er alveg ótrúlegur. og ótrúlega mikið af betlurum Mm. og í rauninni sko svona, hvað ég var að segja, fötluðu fólki. Já, einmitt. Það var ekki, við sáum það ekki, þess að segja, maður var svolítið í bómullana, við sáum Já. ekki mjög mikið af því. Nei, Á þið eru bara allt fótunum. annað stað, Kerala er Já, bara allt annað heldur en já. til dæmis uppi hérna, Í norða, já, já, já. Varanasi og í Nýju Delhi og þetta, það er bara allt annað, Það sko. er bara allt annað, það er allt annað og ég skil alveg að fólk þurfa að melta það að, þú veist, fara þangað, en mér heyrst nú samt flestir og ef það liðin einhver tími, þá séu til ég að fara aftur. Þetta var krefjandi, en þeir séu til ég þetta aftur. Já, er þú til ég að fara aftur? Já, ég bara alveg til, ég spurði hvort ég ætti að koma, við spurðum öll hvort þú ættum að fara í aðra meðferð og Já, sumir fengu, já, það verður gott og þú heldur áfram með eitthvað, en hann sagði við mig, já, þú mátt aðeins býða, þannig að þetta er allt í lagi, en ég mun fara aftur í svona. já, Það var alveg stórkostlegur þessi læknir sem að við vorum með, alveg já. rosa típa, sko. En nú er sko svona meðferðir í Bretlandi líka því það er alltaf svo mikið af Indverjum sem búa þar. Já, mjög mikið af því, mikið í Þýskaland, það fer góðum sögum líka af því. Já, Svo fór ég til Madeira í fyrra og ég heimsótti eina svona arjótastöð sem er bara rétt við flugvöllin og já, rekin af Þjóðverjum og ég fór í svona arjótanutt þar og mér leist rosalega vel á hana. Ég veit um eina íslenska konu sem hefur farið þangað og var mjög hrifin, sko. já. Þannig það þurfi ekki allir að fara allaleg til Indlands til. Nei, það er dýrt sko auðvitað að fljúa og ferðast þangað Já, en meðferð er sem sagt stöðarnar eru dýrari, nei ódýrari, já, meðferðirnar en það eru náttúrulega dýrari á Vesturlöndum en ódýrara að ferðast sko. já, já, En það mér er finnst einhvern veginn að fara í samt sorsin fannst mér vera upplifun sko. já, ég er alveg viss um það. Það er upplifunin að fara Já, bara.
beint beint í í rauninni sorgin. uppbrunnan, sko. Já, beint í uppræðan, það var sannarlega þannig. Þetta voru nokkra kynslóðir aríútalækna sem höfðu rekið þessa stöðu Já, og alveg, já, 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 sérstaklega eiginkona sem var líka aríútalækni, þau svona voru hjón sem ráku þetta, hann kom þarna inn og það var stundu gaman að setjast einmitt með honum á kvöldin, hann var alltaf með eldatafnir og ég var svona að reyna að átta mig á því akkur hann var að gera það, þú veist, já, var hann bara með möndrur og eldatafnir og svona. Og þá kom hann með svolítið merkilegt sem að snerti mig, sko. Hann sagði, já, sko, vatnið er svolítið mengað og loftið líka, en eldurinn ekki. Og þá líka skil ég þetta, sko, og þannig að hann er svona að leggja upp úr eldin og þá skil ég líka að það er andi líka, sko. já, já, Skiljið. Þannig að við þurfum að reiða okkur svolítið meira á andan, þú veist, já, til þess já, kannski að gera hitt hreinna og betra, sko. já, já. Ég er bara alveg saman. Þannig ef að fólk hefur áhuga að fara í svona meðferð til Indlands, getur þú komið að leita upplýsingar hjá þér? Já, algjörlega og ég held að hún Heiða muni jafnvel fara aftur sko. Það er mikill áhugi, það hefur spurst vel út Já, og þetta er fólk sem að var alveg, þetta var dásalega tengst og mikill og góður hópur þarna og ég veit að þau eru mikið að segja frá. já, Ég held að þetta gæti alveg orðið árlega ferð sko já. og ég mig lakar aftur. Heyrðu, tungli bómanni, Og til ég er það ekki taka bara, niður þennan sem er. ég verð að rækta þetta sko. Já, heyrðu, Heiða, hvað segir Heiða Björk? Heiða Björk Sturludóttir, Ok, núna sit ég þetta hérna niður hjá mér og já, eftir henni og ég sitt nafnið hennar hérna fyrir neðan, fyrir þá sem að myndu vilja leita. vilja skoða þetta. Hún er Já, eitthvað að skoða þetta allavega, það já, komið á það steg sko. já. Ég segi bara takk æðislega fyrir að koma í þáttinn. Já, bara takk fyrir að bjóða mér, það var bara Og, gaman að spjalla. já, og takk fyrir að í rauninni að segja frá þess að því það er náttúrulega, þetta er svona pínu heilagt þegar maður fer í svona ferð. Já, þetta er svolítið heilagt, maður er svona, við vorum eins og öll í eggi í smá tíma, sko, og Já, erum að brjóta aðeins skurnina núna, já. sko. Svo þess vegna ennþá meira takk æðislega fyrir bara Já, að bara segja. Já, takk sem við leiðist. takk.